Hæ, Gunni hér. Í dag ætlum við að tjekka á trommuheilum í iPadum og iPhoneum. Það er ótrúlega mikið af fólki sem er að nota iPada og iPhonea og þess vegna er mjög sniðu til dæmis þegar maður er á ferðinni að rigga upp einhverju bíti eða einhverju slíkum og það eru til ótrúlega margir trommuheilar sem sagt fyrir þessi tæki og ég til dæmis að nota einn hérna sem heitir DM1 sem ég finnst mjög skemmtilegur og lítur svona út og málið er það að þegar sem sagt maður er búin að vera að gera alls konar bít, maður er kannski að keyra einhverjar langferðir eða hérna er í flugi eða hvernig sem það er og vill eyða tímunum að búa til eitthvað skemmtilegt bít en svo kemur að því að færa þetta yfir í forritið og sem sagt núna í þessum svona helstu trommuheilum eins og þessum hér DM1 þá er sem sagt einföld skipun sem segir sko við ítum hérna á export og við getum valið hérna annarkvort að upplöða þessu beint inn á SoundCloud, inn á Facebook, inn á mail en ég ætla að velja hérna Dropbox og þeir sem ekki vita hvað Dropbox er þetta er bara einfalt sem sagt geymslupláss á netinu og ég ætla sem sagt að exporta þessum multitrackum, þar að segja multitracker eru hérna kickrásin sér, snarelrásin sér, hi-hat-rásin sér svo ég geti síðan sett þetta upp í live og mixa þetta svolítið en ég vel sem sagt einfallega bara Dropbox og ít á Go og þá byrjar hún að bara upplóta þessum multitrackum sem ég er með hérna inn í trommuheilunum beint inn á Dropbox hjá mér sem ég get síðan sótt og unni með í forritinu þannig að þetta er rosalega sniðugt, þú veist, bara upp á að búa til búa til beats og eiga til kannski eitthvað á lager til þess að ná í framtíðinni. Þannig að ég mæli eindregið með því eitthvað sem eigið iPada eða iPhone að nálgast DM1 eða einhverja aðra trommuheila og byrja að búa til beats á þessum tækjum.